Það hefur gosið í Fagradalsfjalli síðustu 5 mánuði. Gosið á margan hátt á þægilegum stað og hefur ekki ógnað innviðum. Það telst lítið en framleiðsla þess hefur verið stöðug í þá mánuði sem það hefur staðið. Gosið líka frábrugðið öðrum eldgosum á Íslandi og vísindamenn hafa ekki grænan grun hversu lengi gosið á eftir að standa. Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands, segir að búast megi við fleiri eldgosum á Reykjanesskaganum á næstu áratugum. Þorvaldur hélt fyrirlestur fyrir Rotary-fólki í Keflavík þar sem hann rakti jarðfræði Reykjanesskagans og fór yfir atburðarásina og það sem hefur verið að gerast síðustu misseri. Suðurnesjamagasín hitti Þorvald að máli og við byrjum á að spyrja hann hvað vísindamenn hafi lært af þessu gosi í Fagradalsfjalli. Já, við höfum nú lært ýmislegt og kannski til að byrja með rétt að benda á að þetta gosið búið standa í 5 mánuði, gosið í Holurhrauni 2014-15 stóðu í 6 mánuði og Skaftáraldar stóðu í 8 mánuði, þannig þetta gosið svona allavega tímalega er að ná þessum gosum en hvað stærðina varðar þá vantar dálítið mikið upp á vegna þess að þetta stærðargráðinu minna heldur en gosið í Holurhrauni og 2 stærðargráðum minna heldur en Skaftáraldargosið allavega eins og stendur. Og þetta náttúrulega kannski sem við lært mest af þessu gosi það að það sýnir okkur að við þurfum ekki að vera með kerfi á miklum yfirþrýsting til þess að verði gos. Í gosum eins og í Skaftáröldum og meira að segja í Holurhrauni 2014-15 þá byrjaði gosið með töluverðum látum. Þetta var mikil framleiðing. Í Skaftáröldum var þetta á bilinu 6 til 8.000 rúmmetrar á sekúndu sem kom upp í byrjun. Og í Holurhrauni var þetta á bilinu 500 til 600 rúmmetrar á sekúndu. Þetta gos byrjaði með 4 til 8 rúmmetrum á sekúndu. Hinn gosin, náttúrulega byrjaði með látum, það duttu tiltölulega fljótt niður og það dró úr framleiðninni eftir tíma. Í þessu gosi hefur framleiðnin bara haldist nokkuð til jöfn allan tíman, alla þessa 5 mánuði. Þannig að þetta er svona kannski eins og að vera að gera lítið gat á mjög stóra blöðru og hún að tæmast mjög hægt og rólega. Það í rauninni mjög stabílt. Það er mjög stabílt og framleiðnin er mjög stöðug. Rytminn í gosin hann er mjög stöðugur og það er bara heldur þessum dampi. Og það við höfum séð sveiflur í virknin í gígunum. Við fáum hrynur og síðan dettur virknin niður í gígunum í smá tíma, kemur upp aftur. Og það tengist bara ferlum sem eru allra efst í gosrásinni, í efstu 100 metrunum í gosrásinni. Og gosrásin er náttúrulega eins og hefur komið fram áður að hún er 17 kílómetra löng. En vitið þið hvað er að gerast undir þessum 100 metrum? Í sjálfu sér ekki. Við vitum að kvika kemur upp. Og hún rís mjög hægt. Risaðinn á þessari kviku, hann er cirka bát 350-400 metrar á dag. Eða ef við gerum þetta í millimetrum þá er þetta 7,5 millimetrar á sekúndu. Þannig að þetta kemur mjög hægt upp en er stöðugt. Þetta er stöðugt flæði og þó svo við sjáum þessar breytingar sem er að gerast á yfirborði þá er það ekkert að hafa neitt áhrif á það sem er að gerast neðar í gosrásinni. Er þetta ekki draumur ykkar vísindamanna að fá þetta og á þessum stað jafnvel? Jú, og bæði sem vísindamanni í rannsóknum og líka sem kennara á þessu sviði. Þetta er algjör draumur og þarna getum við að fara með nemendur og í staðinn fyrir að vera að reyna að sýna þeim þetta á glæru eða í teikningum eða á töflunni, þá bara förum við og sýnum þetta út í náttúrunni á vettvangi. En aðdragandinn að þessu gosi er eitthvað svona þegar þið horfið tilbaka og þið hafið væntanlega verið að lesa í svona aðdragandann og þessi merki sem voru og jafnvel merki sem hafa ekki verið. Já, og það í upphafi voru menn sannfærðir að þessi skjálftar sem voru þarna undanfari gossins að þeir væru fyrst og fremst bara hreyfing á plötuskilum og það er alveg rétt að það var stór þáttur í þeim. En það líka kom í ljós eftir á að tilfærsla á kviku átti þátt í þessum óróa líka. En það kannski skemmtilegasta við þetta er að þetta er að sýna okkur
þetta samspil á milli plötu hreyfinganna og það að búa til rás fyrir kvikmynd sem komast til yfirborðs. Og ég held að þetta sé svona kannski eitt besta dæmið sem við höfum fengið á Íslandi. Og síðan þessir mánuður fyrir gosið er raunin þegar að óvissustiginu lýst yfir þegar að land fyrir að rísa vestan við Þorbjörnin. Það sem er að gerast við Þorbjörnin, tengist það þessu beint sem gerðist síðan í Fagradalsfjalli? Hvort það tengist beint eða óbeint er hluta sömu atburðarás. En hvort að svo rúmmálsauknin sem var þarna vestan við Þorbjörnin, og þá hugsanlega vegna þess að kvika að koma þar inn, hvort að sú kvika tengist eitthvað þeirri kviku sem kom upp í Fagradalsfjalli, það vitum við ekki. Við fáum sennilega aldrei að vita fyrir við getum þá náð í sín úr þessari kviku. En getur gosið í Fagradalsfjalli haft þau áhrif að önnur eldstöðvakerfi á Reykjanesskaganum og akti til lífsins? Einfaldasta leiðin til að lýsa þessu er það að ég held að við séum komin inn í annað röð eldgosa á Reykjanesskaga. Þannig að núna hefur spennusviði sem ræður raun og veru hvernig hlutinni gerast á Reykjanesskaganum, það er komið í þannig ástand að það hentar kviku að komast til yfirborðs. Og þannig að getur sagt spennudreifingin á Reykjanesskaganum, hún er í góðum gír fyrir eldgos. En hefur ekki verið það undanfarin 700-800 ár. Þannig að eitthvað hefur gerst sem hefur breyst. Ég þori nú ekki að fullyrða hvað nákvæmlega sem hefur breyst. En það hefur breyst og ég býst við því að á næstu áratugum munum við fá fleiri gos á Reykjanesskaga og ekki þá bara við Fagradalsfjall á öðrum stöðum á Reykjanesskaganum og hugsanlega þegar yfir er staðið þá verðum við búin að fá gos eftir öllum endilöngum Reykjanesskaga. Þetta gos, er þetta ekki bara góð áminning það að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í kringum okkur og varðandi innviði og plan B? Jú, þetta er besta viðvörun sem við gátum fengið. Þetta er aflítið gos og það aðgengilegt. Og við erum með fullt af mælum, við getum mælt næstum því allt sem tengist þessu. Og við getum líka notað til að læra hvernig er best að bregðast við. Til dæmis hraunflæði á ákveðnum stöðum, mengun á ákveðnum stöðum og þar fram til góða. Þannig við getum búið okkur undir og verið betur undir búin að takast á við atburði sem myndu gera kannski miklu hraðar en þessi atburði og vera miklu stærri. Þannig að þetta er eiginlega eins og best var á gosið. Þannig séð.